Í vísunni hérna eftir þá fjallað áfram vináttuna og einnig viskuna. Vináttan, hún mælist ekki endilega eftir því hversu mikið maður gefur vinum sínum, heldur hvort að hugur fylgi máli, hvernig hugurinn á bak við gjöfina. Og menn eiga að hugsa sjálfan sig en samt sem áður að vera alls ekki nískir. Mikið eitt skal að manni gefa. Það þarf ekki að gefa manni, eða á ekki að gefa manni mikið. Oft kaupir sér í litlu lof. Með hálfum hleið og með höllu keri fékk ég mér félaga. Þarna segir ljóðmyndandinn að hann hafi eignast vin bara með því að gefa honum helminginn af drykknum sínum og helminginn af brauði sínu, hálfan brauðsleif. Þannig að hér, eins og annars staðar í kvæðinu, þá það meðalhófið sem að gildir. Þessi vísa mjög falleg en samt sem áður þá svolítið, þá má útskýra hann á tvo vegu. Annars vegar þá má skýra það sem svo að hér sem náttúrufyrirbrigði að ræða, lítilla sanda, lítilla sæfa, þar sem að viskunni eða vitsmunum líkt við náttúrufyrirbærið. Og ef við skiljum vísuna þannig að þá horfum við þannig á að í mannssálinni séu litlir sandar og litlar öldur, það er smástrengt. En það er ekki þannig komið fyrir öllum, þegar sumir eru vitrar en aðrir. Lítilla sanda, lítilla sæfa, lítil eru geð guma. Sumir menn eru með lítið vit. Því að allir menn urðu jafn spakir, því allir menn urðu ekki jafn vitrir. Hálf öld hvar. Menn eru ófullkomnir alls staðar. En það má líka skilja vísuna sem svo að það sé vísað til manna sem koma frá söndum lítilla vatna eða fjarða og þeir menn séu kannski ekki stórbrotnir í andanum. Það þeirra séu lítil geð guma. Það séu menn sem þar séu, þeir menn séu vitgrannir, heimskir. En það er ekki endilega gott að vera allt og gáfaður. Í þessari vísu þá segir að meðalsnotur skilur maður hver, æfa til snotur sé. Það sér hver maður skuli vera svona hæfilega vitur. Aldrei ovitur. Þeim mönnum farnist best í lífinu sem að séu, hæfilega vitrir og mikil viska og miklar hugsanir. Þar geta bara orðið mönnum fjötur fót, og kannski þeir of áhyggjufullir. Og vitrir menn, þeir lendi bara á villigötum. Þeim fyrða fegurst að lifa, vel margt vit. Þeim mönnum vegnar best í lífinu sem að vita hæfilega margt. Og aftur bent hér á þetta meðalhóf sem sé lykillinn að lífshamingjunni. 51. vísa heldur áfram með það sem fjallað í fyrri vísu. Þannig ef menn eru mjög vitrir þá njóta þeir sjaldnast gleði í lífinu. Meðalsnotur skili mann hver, æfa til snotur sé. Því að snotursmanns hjarta verður sjaldan glatt, ef sá alsnotur á. Það hjarta
Viturs manns verður af sjaldan glatt ef hann er alvitur, alsnotur, ef hann veit allt. Hér er bent á meðalhófið að menn þurfa að geta slakað á, notið lífsins og komið hlutum í verk. Kannski ekki að liggja of mikið yfir spekinni, ekki nördast of mikið. Áfram kemur fyrri parturinn. Meðal snotur skil manna hver, æfa til snotur sé. Örlög sín viti engi fyrir, þeim er sorgalausastur sefi. Hér er rætt það að það allra verst að vera svo vitur að maður telji sig vita örlög sín. Því þeir sem eru það vitir, þeir eru bara þjakar af áhyggjum. Það eru sumir vilja vita hver framtíð þeirra verður, fara til spákonu eða láta rannsaka sig í hvívetna til að sjá hvort þeir séu með einhverja undirliggjandi sjúkdóma sem að gæti möguleiki á að sprittið fram. Og þetta er spurning hvort að þessi vitneskja framtíðina, hún geti líka orðið til þess að menn hafi of miklar áhyggjur. Og viskan, hún eflist og eykst af því að vera mannblendin. Alveg eins og var rætt þarna í einni af fyrstu vísunum, vísu 5, þar sem sagt var vitserð þörf þeim víða ratar, dælt heima hvað. Að þá er þarna sett upp mynd af því hvernig eldur berst frá einum kyndli til annars, hitinn færist frá einum kyndli til annars og viskan færist frá einum manni til annars. Brandur af brandi brennur uns brunnin er, funi kveikist af funa, maður af manni verður að máli kunnur en til dælskur af dul. Maður verður vitur af því að ræða við annan mann, en dælskur, heimskur af því að vera ómannblendin, vera dulur og ómannblendin. Hér kemur inn í máltækið, sá er árla rís verður margs vís, og árla því snemma. Ár skal rísa, sá er annars vill féð að fjör hafa. Þannig að hér er sá, væntanlega víkingur sem vill hafa féð að líf annars manns, hann verður að drífa sig snemma á fætur og gefa sér góðan tíma. Og þessi víkingur sem þarf að fara snemma á fætur, hann er eins og úlfurinn. Því hér segir sjaldan liggjandi úlfur lærum getur. Og læri er bara hluti af bráðinni sem úlfur nær í. Þannig að hér er hluti fyrir heild, sjaldan liggjandi úlfur nær sér í læri, nær sér í bráð. Né sofandi maður sigur. Sá sem sefur allan daginn, hann nær engum sigrum. Og þarna skiptir dugnaðurinn ekki síður máli heldur en vitið. Ár skal rísa, sá er á yrkjendur fáa, snemma verður sá frá fætur sem er með fáa vinnumenn, fáa til þess að yrkja landið. Og þessi maður verður að ganga síns verka á vit, hann þarf bara að ganga á vit verka sinna, hann þarf að vitja þessa starfa sína, því ekki hann fyrir hann bara að bíða og hann verður að fara og vinna. Margt dvelur þann morgun sefur. Það margt sem tefur þann sem sefur á morgnana. Hálfur er auður und hvötum. Hálfur auðurinn er undir dugnaði manna kominn. Þannig er það líka sér maður með þá sem er í námi, það er ekki endilega gáfasta fólkið sem nær hæstu einkunnunum, heldur er það fólkið sem er duglegast, sem situr við verkin og vinnur vel. Útlit og framkoma skiptir líka máli.
að þótt að maður sé fátækur og eigi ekki góða skó og fín föt og eigi heldur ekki góðan hest, þá eiga menn samt að bera sig vel þegar þeir koma á mannamót, vera vel þvegnir og snyrtilegir og vel mettir. Þveginn og mettur ríði maður þingi að, og þing er þetta mannamót. Þótt hann sé væddur til vel, skúa og bróka, skammist enginn maður. Þótt hann sé ekki vel væddur, vel klæddur, sé ekki klæddur í góða skó og góðar buxur, þá eigi hann ekki að skammast sín, né hest hinn heldur, þótt hann hafi góðan, þótt hann hafi heldur ekki góðan hest. Þannig að fátækir menn eiga ekki að skammast sín fyrir fátækt sína, þeir geta verið alveg jafn vitrir og hinir ríku. Og þannig á heldur ekki að dæma menn af fátæklegum búnaði þeirra, heldur af því sem þeir hafa fram að færa, framkoma þeirra og viðmót. Það er heimildin sem er að baki, það er eins og áður Ormurinn langi og glærurnar þarna frá flensborg.is og Hávamál Hermanns Pálssonar.